Hvers vegna starði þessi gamli rauðklæddi á núðir? Ef ég sagði þér hvers þessi maður írstyrstu ekki hnýskluð. Ég gef þér 3 sekúndur til að giska á hver hann Gamli maðurinn í rauðu í raun forseti páfi sem heit fyrstu nafnið Alessandro Farnes. Það ég. Hann var síðasti páfi endurreisnartímans og fyrsti páfi gagnsiðbótarinnar. Þetta líka ég. Giska byrstu rétt. Ekki nota röddina mínar. Alexandro meðlimur Caetani fjölskyldunnar og Farnes fjölskyldunnar. Báðar fjölskyldur hafa alltaf verið velmegnandi, sérstaklega Caetani fjölskylda sem fæddi 2 páfa. Auðseflunin. Sögusagnir að sú manneskja sem hjálpaði best á ferli Alessandro hafi verið systir hans Júlia, sem var áskona Alexanders 7. páfa. Sagt að hún hafi fengið páfann til að veita bróður sínum Alexandro titilinn kardínáladóknir árið 1493. Á næstum árum var hann sig upp, var biskup og skólastjóri kardínálaskóla. Hann var ekki vígður sem prestur fyrr en 10 árum eftir biskupsvígslu. Þetta í raun eins og eldflaugakynning. Jæja, það virkilega umhugsunarvert. Að lokum árið 1534 var Alexandro kjörinn Páll III páfi. En á þessum tíma siðaskiptin af völdum Lúthers sífellt áhrifameiri, en kaþólska kirkjan gerði ekki aðeins breytingar, heldur haldt áfram að spila. Andstæða of augljós. Allir flokkur í Evrópu tóku að grípa til aðgerða. Bretar tilskyndu að vald konungsværi meiri en pávans og stöðu var kalla eftir því að boða einsti til trúarlegra umbótaráðstefnu. Undir þrýstingi margra flokka kallaði Páll III lok saman fyrsta ráðið árið 1545 og var tilgangur ráðsins að takast á við kirkjubætur og takast á við vaxandi ógn af mótmælanda trú. Þoli ekki meiri pressu. Árið funda tók Páll III margar ákvarðanir. Fyrst skipaði hann siðferðilega kardínála alla Evrópu. Þá tilkynnti hann að hann myndi hvetja til stofnunar fleiri nýra trúarhópa. En mikilvægast að hann staðfesti lögmæti jesúíta. Tilgangur jesúítanna að vera algjörlega tryggir kaþólsku kirkjunni og páfanum og gefast upp á allri villtrú. Þeir trúðu því að allt nema rómverska kirkjan var í villtrú. Til að koma í veg fyrir útþenslu mótmælanda trúar gengu margir meðlimir jesúíta í rannsóknarréttin. Og þeir stofnuðu líka marga skóla í því skinn að breiða út kaþólska trú, annars vegar til að þjálfa presta og hins vegar til að auka tiltrú venjulegt fólk á guðfræði. Á sama tíma ritskoðu þeir einnig alla útgáfa strönglega og verkmarka frægamann voru bundið, eins og Galileo. En að lokum tók þeim víða að snúa mótmælandum til kaþólskrar trúar. Auk hlutverks jesúítanna hefur Páll III einnig verið biskur að leiðrétta galla innan kaþólsku kirkjunnar. Til dæmis refsaði hann fyrir spillingu og prestum sem vanrækti skyldur sínar og broti kirkjulegu alvarlega. Jafnframt hætti hann að hækka laun presta til að draga úr útgjöldum og eftirlit og menntun þeirra. Mikilvægast að hann viðurkenndi að það væri rangt að selja afslagsbréf og hætti að fæla þau. Á sama tíma setti Páll III einnig þá sem voru áhugasamir umbætur kaþólsku kirkjunnar eins og Kontalinni og fleiri inn í kardínálaráðið. Svo skipaði 9 manna nefnd sérstaklega til að endurskoða kirkjuna og ræða umbætur, ráðstafanir og leitast við að bæta álit kirkjunnar. Þá lenti Páll III í vandræðum. Það breytta konungurinn Hinrik VIII byrjaði að draga línu milli ensku og rómversku kirkjunnar. Hann hætti ekki bara að greiða árlegan skatt til kirkjunnar.
Han stopnade ening Asku biskop av kirkuna och kom själver i stad romerska pavens som äldste ivermannen kirkunar och fick allar egna kirkunar. Sedan liste han ut öll Kristus. År 1538 bannfärdi Port 3 rittroamannin Henrik VIII. Port 3 hava lika mycket áhuga á myndlist. Han skipade Michelangelo að fullkomna fröskunna síðasta dómurinn í Sixtinsku kapellunni og klára byggingar áætluninni fyrir nýju Péturskirkjuna. Þrátt fyrir að Port 3 hafi alltaf verið samviskusamur í vinnunni, hefur persónulega líf hans verið rætt og hann þakkaður atvallega frænhyggli til hagsbóta fyrir fjölskylduna sína. Hann átti vel ættaða rómverska ostkonu sem hann átti 4 börn með. Í þágu eigin fjölskyldu beitti Port 3 áhrif sinnum sem páfi til að skipa 2 barnabörn sinna á tóningsastri sem kardinalu. Bittu. Af hverju finnst þetta atriði svona kunnulegt? Árið 1549 féll Port 3 háman hýta þegar hann heimsótti Kirínarhöllin í Róm. En hann var með meðvitund, tók við síðustu sakramentum og les 10. november 82 ára að aldri.